Góðan daginn öllsumul og velkomin hérna í Bónus og bara kæra þakki fyrir að koma hérna og sýna félaginu áhuga. Ég ætla að fara yfir uppgjöri sem við birtum í gær sem er fyrir fyrri helming okkar rekstrarárs frá byrjun mars og fram til ágústloka. Helstu upplýsingarnar úr þessu uppgjöri eða niðurstöður eru þær að hagnaðurinn á tímabilinu var 1436 milljónir króna eða 3,8% af veltu félagsins. Hagnaður á hlut var 1 króna og 30 aurar. Við vorum með vöru sölu upp á 37 milljarðar 734 milljónir króna. Framleiðin var 24,3%. EBITDA félagsins 2 milljarðar 376 milljónir. Heildareignir í lok tímabilsins voru 30 milljarðar 424 milljónir. Við vorum með handbært fé upp á 354 milljónir. Eigið fé upp á 18 milljarðar 264 milljónir í lok tímabilsins og eiginfjárhlutfallið var 60%. Nú ef við skoðum meðaltalsbreytingu verðlags og gengis á þessu tímabili og erum með það í samanburði kannski við breytingun á sölutekjum, að þá erum við með 1,5% aukningu á sölutekjum á milli ára. Nú vísitala neysluverðs, hún er að hækka 2,49% á meðan að vísitalan án húsnæðis að hún er að hækka 0,57%. Og síðan er þessi veikna vísitala innkaupa okkar í erlendum gjaldmiðlum að hún er að hækka 3,5%, þannig að krónan var að veikjast þarna á milli ára. Nú ef við skoðum sérstaklega matvöruverslanir félagsins að þá erum við með sölu aukningu upp á 1,8%, magnminnkun upp á 0,6% en við erum með fjölgun í viðskiptavinum upp á 0,4%. Ef ég fer síðan yfir rekstrarreikninginn, þá eins og áður sagði var vörusala félagsins 37 milljarðar 734 milljónir króna. Við vorum með framlegð upp á 9 milljarðar 155 milljónir sem er 24,3% af veltu félagsins. Í fyrra var þessi tala 24,7, þannig að hún fer niður á milli ára framlegðin hjá okkur. Laun og tengd gjöld voru 4 milljarðar og 5 milljónir eða 10,6% af sölutekjum félagsins. Annar ekstra kostnaður var 2 milljarðar 880 milljónir eða 7,6%. Hlutfall af sölutekjum félagsins, þannig að heildar kostnaður hlutfall okkar var 18,2% á tímabilinu. Nú EBITDA félagsins var 2 milljarðar 376 milljónir eða 6,3% af sölutekjum félagsins sem var 6,4% árið á undan. Við erum með afskriftir upp á 505 milljónir, hrein fjármagnsgjöld upp á 76 milljónir, reiknaðan tekjuskatt upp á 359 milljónir, þannig að hagnaður eftir skatta er 1436 milljónir. Nú efnahagsreikningurinn í lok tímabilsins að við erum með fasta fjármuni upp á 20 milljarðar 237 milljónir, veltu fjármuni upp á 10 milljarðar 187 milljónir. Þannig að eignir samtals eru 30 milljarðar 424 milljónir. Eigið fé 18 milljarðar 264 milljónir. Langtímaskuldir 2 milljarðar 550 milljónir. Vaxtaberandi skammtímaskuldir eru 773 milljónir og aðra skammtímaskuldir 8 milljarðar 837 milljónir, þannig að við erum með skuldir samtals upp á 12 milljarðar 160 milljónir króna og skuldir og eigið fé þarna 30 milljarðar 424 milljónir. Nú sjóðstreymi félagsins að við vorum með handbært fé frá rekstri á tímabilinu upp á 2 milljarðar 23 milljónir króna. Við erum með fjárfestingarhreyfingar upp á 377 milljónir og fjármögnunarhreyfingar upp á 1514 milljónir. Við erum með aukningu á handbæru fé þarna upp á 132 milljónir á tímabilinu en í upphafi ás vorum við með 222 milljónir.
en 354 milljónir í lok tímabilsins. Sjóðstreymið myndrænt að þar svo sem eins og þið vitið að í fjármögnunarhreyfingunum sem eru 1514 milljónir að þar arðgreiðslan stærstu hluti eða 1129 milljónir króna. Eigið fé félagsins var í upphafi 17.957 milljónir króna. Við erum með hagnaðinn upp á 1436 milljónir og arðgreiðsluna upp á 1129 milljónir. Þannig að eigið fé í lok tímabilsins var 18.264 milljónir. Eigið fjár hlutfallið 60% og eins og svo sem hefur komið fram hjá mér áður að þá eigin fjárstaðan sterk og við í stakk búin svona fyrir það sem framundan hjá okkur. Arðsemi eigin fjár var 12,8% á tímabilinu. Allt rekstrarárið í fyrra var 13,5% og með þá eigin fjárstöðu sem við erum með að þá hún lægri heldur hún hefur verið enda mikið eigið fé og við kannski verið lengi í verkefnum sem að voru kannski ætluð til að laga þetta hlutfall. En það stendur til bóta vonandi. Sölutekjur félagsins jukust 1,5% á síðasta ári og voru 37.734 milljónir króna. EBITDA hlutfallið eins og áður sagði fór úr 6,4 í 6,3% og EBITDAn í krónumtalið nánast sú sama á milli ára, var á síðasta ári 2.378 milljónir en í ár 2.376 milljónir. Nettó vaxtaberandi skuldir í lok tímabilsins voru 3.351 milljón króna eða 0,81 sinni EBITDA félagsins. Framlegð félagsins að hún fer niður á milli ára úr 12,8% fyrir síðasta rekstrarár í 24,3% á fyrri helmingi þessa árs og það fyrst og fremst miklar kostnaðarverðshækkanir á okkar innkaupsverðum sem að valda þessu. Þar við bæði að glíma við innlendarhækkanir og ekki síður eftir að króna tók að veikjast í innflutningi. Við höfum skoðað 5 ár aftur í tíman með Hagstofutölur að þá matvara að hækka 5% á þessum 5 árum. Þannig að sölutekjur dagvöruverslana að hækka þarna 1% á ári cirka. Á sama tíma erum við að horfa á til dæmis mjólk, jógúrt, smjör og fleira hækka 30% og það eru innlendar vörur sem hafa hækkað umtalsvert á þessu tímabili en á móti kemur að þá innflutningsvaran hefur lækkað en hún byrjuð að hækka aftur. Þannig að þetta hefur verið áskorun og ljóst á þessum tölum sem eru á þessari mynd að við höfum ekki velt þessum kostnaðarverðshækkunum út í okkar verðlag að fullu. Þannig að okkar viðskiptavinur að njóta þess. Kostnaðarhlutföllin, við erum með 10,6% launarhlutfall sem með því hæsta sem hefur verið í sögulegu samhengi en erum aðeins að ná tökum á því miðað við síðasta ár. Við erum með annan rekstrarkostnað upp á 7,6% sem 1% lækkun á milli ára og það lægsta sem við höfum séð í sögulegu samhengi. Þannig að við erum ánægðir með árangurinn sem við höfum náð á kostnaðarhliðinni en enga síður að þá erum við með 18,2% kostnaðarhlutfall sem hátt í sögulegu samhengi hjá okkur í heild. Fjöldi verslana óbreyttur frá síðasta ári og við komum til með að opna þessa verslun 1. desember en eins og þið þekkið að þá erum við að láta frá okkur 3 verslanir, bónusverslanir í sátt við Samkeppniseftirlitið þannig að það verður breyting væntanlega á næstu mánuðum á þessum fjölda.
Ég ætlaði aðeins að fara yfir svona það sem við erum að gera í umhverfismálum, en þið sáu það vonandi í vikunni að við erum að fara úr burðarpokum úr plasti að öllu leyti, og Bónus fyrsti aðilinn hér á landi sem að tekur þetta skref. Þetta búið að vera í undirbúningi í nokkurn tíma og loksins komnir pokar sem að við erum sáttir við, sem að leysa af plastburðarpokana. Nú Hagkaup fylgir eftir í kjölfarið þegar að þeirra birgðir á pokum eru búnar, og samhliða þessu, eins og við kynntum í vor, að þá munum við gefa okkar viðskiptavinum fjölnotapoka til notkunar, samhliða því að við erum að taka umhverfisvænni poka í notkun. Það líka fjöldi verkefna sem eru í gangi innan verslanna, meðal annars í innkaupum á vörum sem við erum að selja, og þar til dæmis Bónus búið að skipta úr einnota plastumbúðum í sambærileg efni í þess háttar vörum, og þessi búð, Smáratorgið, og þær búðir sem við höfum verið að endurnýja og byggja nýjar, eru síðan með þessi umhverfissjónarmið, bæði hvað varðar kælimiðil. Við erum með íslenskan kælimiðil í þessari búð, og þessum búðum sem við erum að setja upp, þar erum við að fara úr freoni og yfir í íslenskan koltvísýring sem að umhverfisvænn. Nú, við erum að ná fram sparnaði í þessum ferli, og við vorum nú hvort það var ekki bara fyrra á þessu ári frekar en í fyrra, sem við vorum í Smáratorgi eftir opnun. Og nú sem sagt liðið ár frá opnuninni, og við erum með búð sem að 40% stærri heldur en gamla búðin var, og erum með aðra lýsingu. Við erum með LED-lýsingu í þessari verslun og þar, annan kælimiðil, önnur tæki, og við erum að horfa á það að í 40% stærri búð erum við með yfir 40% minni rafmagnsnotkun. Þannig að þetta líka telur í krónum talið. Og meðan við erum að breyta búðum eða með nýjar verslanir, að þá erum við að fara yfir í þessa lausnir. Nú, síðan eru ferskar kjötvörur í forystu í umbúðamálum á kjötmarkaði, og þar verið að fara í nýjar umbúðir sem eru endurvinnanlegar að stórum hluta, og við erum þar að nota pappaspjald sem með þessum hætti og má setja í tunnu það sem endurvinnanlegt, og þar erum við að nota 70% minna plast heldur en í þeim umbúðum sem við vorum með og erum að fara úr. Þannig að við erum mjög ánægðir og stoltir af þessum verkefnum. Nú, verkefnin okkar framundan, þið eru kannski orðin þreytt á að heyra það að það ólís sem framundan, búið að taka svolítið tíma, en við erum með væntingar það að það mál klárist að fullu miðjan nóvember. Nú, við erum að fara að opna þessa verslun sem við erum í hér í dag, 1. desember. Flutningur á Bónus í Mosfellsbæ, sem ég sagði ykkur frá á síðustu kynningu, að það hefur tafist opnunin þar vegna framkvæmda, og við reiknum með að hún opni á næsta ári, og síðan árétting bara á því að við erum með sömu áætlun fyrir árið, eða 5 milljarða í EBITDA fyrir rekstrarárið í heild. Nú, við erum búin að vera að vinna vöruþróunarverkefni undanfarið ár og settum það af stað núna fyrir örfáum vikum, og þarna eru máltíðir þar sem búið að skera allt niður, og þetta máltíð fyrir 2, og við erum þarna með að spara okkar viðskiptavinum vinnuna heima, þá að elda þetta á 20 til 30 mínútum, engin matarsóun, hollt, ferskt og gott, og það verður að segjast eins og að þessi réttir að fá frábæra viðtökur, og það búið að selja sennilega 60.000 máltíðir á þessum örfáu vikum sem að þær hafa verið á markaði. Nú, síðan erum við að byrja að setja upp sjálfsafgreiðslu lausnir. Bónus í Smáratorgi var fyrsta verslunu sem við settum upp sjálfsafgreiðslu kassa,
og við höfum sagt að þetta valkostur fyrir okkar viðskiptavini. Við erum ennþá með hina kassana til hliðar og erum þar með þjónustu. Þetta hins vegar að fara mjög vel á stað. Við erum búnir að setja upp kassa í Hagkaup í Garðabæ og síðan búið að setja þá kassa sem ég stend við hérna núna. Þetta eru sjálfsafgreiðslu kassar og þetta verður þá þriðja búðin sem við opnum með þessa lausn 1. desember. En við erum að fá mjög góð viðbrögð frá okkar viðskiptavinum og það eru allt að 40% fjölda afgreiðsla í Smáratorgi sem fara í gegnum þessa kassa sem eru þar. Það eru 8 kassar sem eru settir upp. Og við munum halda áfram að innleiða þetta í okkar verslanir. Það forgangsröðun sem við erum með eftir verslunum, en þetta á við í flestum búðum hjá okkur en ekki þó all. Nú, varðandi Ólís og DGVF, að þá ég enn í þeirri stöðu að ég ekki með upplýsingar og við erum ekki með forræði yfir félaginu. Þannig að við bíðum með að tjá okkur alfarið málið í heild þar til að samrunin hefur verið framkvæmdur. En eins og áður sagði þá eigum við von á því að það komi endanleg niðurstaða núna miðjan nóvember. Það hefur komið fram í fréttatilkynningum hjá okkur að við erum búin að undirrita kaupsamninga allar þær eignir sem að okkur ber að selja samkvæmt sátt við Samkeppniseftirlitið. Það var skipaður óháður kunnáttumaður til þess að fara yfir hæfi þessara kaupenda sem var eitt af skilyrðunum. Hann hefur lokið sinni vinnu og komist að þeirri niðurstöðu að kaupendurnir eru hæfir. Það sem tekur við að Samkeppniseftirlitið þarf að fara yfir kaupendurna líka og yfir vinnu óháðs kunnáttumanns og það sú vinna sem í gangi þessa dagana. Nú, það liggur fyrir að það komin heildarverð á félagið sem 10.668 milljónir króna miðað við þessa tímalínu sem við erum að horfa á. Og ég nú með áréttingu bara frá því sem við vorum með í höndum og eru opinberar upplýsingar að verðið var tengt afkomu síðasta árs sem var góð, þar sem Ólís var með 2,3 milljarða í EBITDA og nettóvaxtaberandi skuldir samkvæmt síðasta ársreikningi eru rétt 5 milljarðar króna. Vaxtaberandi skuldir eftir viðskiptin eru áætlaðar 12 milljarðar króna. Nú, þetta var það sem ég var með fyrir ykkur í dag og ég veit ekki hvort þau eru með spurningar en eins og ég segi varðandi Ólísmálið að þá erum við ekki með forræði yfir félaginu og ég tel ekki eðlilegt að ég tjái mig félagið á meðan við erum ekki með það forræði. En hins vegar vænti ég þess og vona að ég geti og við fljótlega sendt frá okkur eitthvað frekar það mál. Mér langar til þess að spyrja, fyrir mánuð síðan sagði formaður Samtaka ferðaþjónustunnar að Bónus var að vera ferðaþjónusturisi. Hafið þið eitthvað merkt breytta neysluhegðun ferðamanna eða eitthvað slíkt sem að styður við þessa skoðun? Sko, ég hef sagt að við erum með ákveðna verslanir þar sem við erum að sjá ferðamenn versla í meira mæli heldur en annars staðar. Og það merkjum við meðal annars og skoðum kortanotkun og fleira. Þetta eru miðbæjarbúðirnar okkar, Skipholt, Kjörgarður, Hallveigarstígur, Fiskislóð. Auðvitað telur þetta en þetta ekki þannig eins og þetta sé stærstu hluti og ég held að þetta bara kemur fram í okkar tölum. Þetta nú ekki fyrsta sinn sem rætt ferðamennsku og okkar viðskiptum. Þetta vissulega hluti af okkur en þetta ekki að verða meiri hlutin á okkar viðskiptum, það alveg klart. En hefur þetta breyst eitthvað á
það sem afir þessu árið eða eitthvað svolítið? Þetta hefur breyst örlítið en ekki, það engin stökkbreyting. Alltaf einhverju að segja gleði. Allir góðir? Á ég ekki bara að bjóða upp á kaffi og Kleinuhringi og ég vænti þess að við getum sent eitthvað frá okkur fljótlega og við erum með pakka fyrir ykkur frammi af réttum sem að ég bara bið ykkur að prófa og koma heimilisfólkinu óvart. Ég trúi því að jafnvel þið getið eldað þetta. Takk fyrir.